Þá komið að fjórða lið á dagskrá, það eigendastefna fyrir félög í eigu Akureyrarbæjar til máls tekur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég komin liður 1 í fundargerð bæjarráðs dagsins 19. mars 2025. En þar lögð fram til að eigendastefna Akureyrarbæjar vegna fyrirtækja í eigu bæjarins. Bæjarráð samþykkti framlega tillögu að eigendastefnu Akureyrarbæjar vegna fyrirtækja í eigu bæjarins og lagði jafnframt til við bæjarstjórn að fela bæjarstjóra að útfæra aðgerðaáætlun samkvæmt 3. grein stefnunnar innleiðingu hennar. Fyrir sér einnig meðal annars að breytingar á stjórn Norðurorku þarfnast undirbúnings og koma til innleiðingar á aðalfundi félagsins 2026. En þetta komið hingað til umræðu og afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt aðeins að ræða þessa eigendastefnu sem liggur hérna til grundvallar og býður væntanlega samþykktar í bæjarstjórn. Mér langaði í fyrsta lagi að þakka fyrir gott samstarf og við undirbúning þessa máls. Ég held að við séum að stíga gott skref með gerð þessara eigendastefnu og mikilvægt fyrir margar hluta sakir, þá ekki síst þær sakir að bæta og auka skilning kannski okkar sem Akureyrarbæjar á okkar hlutverki gagnvart Norðurorku sem að stærstum hluta í okkar eigu, langstærstum. En að skýra mörkin þar á milli með eins skýrum hætti og mögulegt og gera vinnuna eins faglega og hægt þannig að upplýsingagjöf og ákvarðanataka frá hönd Akureyrarbæjar eigi sér stað á réttum stöðum. Mér finnst spennandi útfærsla í eigendastefnunni að horfa til þess að aðilar utan stjórnmálana eða utan tilnefninga stjórnmálaflokkana muni mögulega eiga þarna sæti í stjórnum og þykir það svona spennandi vegferð. Varðandi þá aðgerðaáætlun sem bæjarfulltrúi Hlynur nefndi hérna áðan, þá legg ég alveg óbúslega ríka áherslu á það að við vöndum okkur við að þessi aðgerðaáætlun verði gerð og við fylgjum henni eftir. Við þekkjum það á fjölmörgum stefnum Akureyrarbæjar og þetta gæti orðið ein þeirra, en ég vona og ég held ekki, ég vil bara koma og ræða það örstutt að stefnan góð en hún kallar á talsverða vinnu. Hún kallar á fagleg vinnubrögð, hún kallar á vinnu bæjarfulltrúa, hún kallar á vinnu starfsfólks og eftirfylgni eigi markmiðnar að nást. Þannig að þetta má ekki að mínu veiti verða ein af þessum stefnum sem við samþykjum í bæjarstjórn og fer síðan hún í skúfu á stórum hluta. Því hún kallar á bara mjög umfangsmikla viðhorfsbreytingu líka hjá kannski kjörnum fulltrúum og starfsfólki Akureyrarbæjar gagnvart eignarhaldi sinni þá í víðu samhengi. Mér finnst líka ábyrgt af bæjarstjórn að og þeirri vegferð sem að ég held að geta alveg þakkað bæjarfulltrúi Hlyn fyrir að hafa farið af stað með að Akureyrarbæjar skoði það hvernig við viljum vera sem eigendur. Hvaða fyrirtæki viljum við eiga, hver ekki, á hvaða forsendum. Ef við erum eigendur, hvernig eigendur ætlum við að vera, hver okkar sýn, hvernig ætlum við að koma því á framfæri, hver sýn okkar og svo framvegis. Þannig ég hef alveg trú á því að þetta geti skipt töluverðu máli. Mér finnst líka gott að við vitum öll að hún ekki framsett vegna einhvers konar efasemda stjórnarhættina heldur einmitt sem fyrirbyggjandi aðgerð til að koma mögulega í veg fyrir mistök og auka fagmennsku. Þannig ég er bara hrifin af þessu. Ég hvet okkur til þess að fylgja því vel eftir við bæjarstjóra sem falið að fylgja verkefninu eftir með henni og okkur að fylgja aðgerðaáætlun eftir. Ég held að þetta sé spennandi leið en hún getur líka boðið upp á að við misstígum okkur í ferlinu. Þannig að ég held að en ef við fylgjum stefnunni svona lögð fram og aðgerðaáætlun verður góð og við fylgjum henni eftir þá þetta gott mál. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu orðið laust og beðið varaforstöðum að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Máltekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara rétt að koma upp til þess að fagna því að þessi stefna sé komin hingað og fullkláruð og þakka þeim bæjarfulltrúum sem tóku þátt í vinnunni fyrir bara afskaplega góða vinnu að ég tel.
Þetta einmitt eins og bæjarfulltrúi Hildagana kom kannski ágætlega inn á að þetta krefst þess að við förum í alla vinnu og mótum okkur þá sýn hvernig eigendur við ætlum að vera og vera svolítið, hvað segir mér svona, á undan starfseminni. Við þurfum að vita hvert við ætlum með okkar félög. Þetta á fyrst og fremst við Norðurorku núna eins og komið en fyrir liggur að þá að fara að skoða höfnina og svo fleiri fyrirtæki sem við eigum. Þannig að ég hvet okkur öll til þess að taka bara virkan þátt og lesa okkur vel til hverslags rekstraform á að vera á okkar félögum, hvar við viljum setja okkur niður, hvar við viljum ekki vera og hvernig við ætlum að vera sem eigendur. En ég segi eins og þú veist, fagnaði að þetta sé framkomið og held að þessi vinna hafi bara og þakka bæjarfulltrúa Hlyni sérstaklega fyrir að drífa þessa vinna á stað. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Hölnu Björk Reynisdóttur fyrir, gefum aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Það sem fleiri hafi ekki hvað sér hljóðsveið sem geta samþykkt, gefið merki. Það öll. Takk fyrir það.